Finnst þér að Seðlabanki Íslands eigi að bregðast á einhvern hátt við? Við erum í góðu samstarfi við Seðlabankann þessi mál og þeir munu taka sínar ákvarðanir eins og þeir telja réttastar. En þú svaraði því ekki hvort ég fyndist að nætti að bregðast á einhvern hátt við? Nei, ég svaraði því ekki það vegna þess að ég ætla ekki að svara því. Each time I see you again. Krónan veiktist í dag, fjórða daginn í röð. Sérfræðingar á mörkuðum telja að fréttir aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum gætu styrkt krónuna. Geir H. Haarde forsætisráðherra vildi hins vegar ekki svara fréttamanni markaðarins á Stöð 2 í dag þegar reynt var að spyrja hann aðgerðir. Já, komdu sæll Geir. Já, hvar eru peningarnir sem að þurfa að komast inn í landið? Á þetta vera viðtal? Já, ég vilja fá aðeins að heyra þetta. Samband fyrirfram. Geir, þjóðin náttúrulega býður eftir einhverjum aðgerðum frá ríkisstjórninni. Getur ekki gefið okkur smá komment? Ég ætla að gera það, Sindri, ef þú hagaðir ekki svona dónalega, þá myndi ég tala við þig. Hvers vegna er dónalegt að bíða eftir forsætisráðherra? Þar höfum við það. Nú, þegar hátt í helmingur allra ljósmæður á landinu hefur lagt uppsagarbréf á borðið og kjaradeila hjúkrunarfræðinga stendur í járnum, vísuðu fréttamenn sem ræddu við Geir H. Haarde forsætisráðherra í gær til stjórnarsáttmála sitjandi ríkisstjórnar og ákvæða hans jafnrétti í reynd. Þar segir: endurmeta ber sérstaklega kjör kvenna hjá hinu opinbera, einkum þeirra stétta þar sem konur í miklu meirihluta. Stefnt skal að því að jafna stöðu kvenna og karla í nefndum og stjórnunarstöðum á vegum ríkisins. Var á þeirra þvínast furður hvort rétt væri að fjármálaráðherra beitti sér þá fyrir því að ná markmiðum stjórnarsáttmálans og ekki stóð á svarinu. Ég ætla ekki að svara þessu meir, ég er búin að segja það sem ég ætla að segja þetta.